Hæ, ég heiti Ágústa. Ég er menntaður jógakennari og heilari. Í dag langar mér að kenna þér að hugleiða. Hugleiðsla er svo einföld að fólk flækir oft fyrir sér og þekkir kannski einhver fín nöfn, einhverja hugleiðslu aðferðir. En í raun og veru það sem hugleiðsla er að þetta er bara að leiða hugan áfram með andadrættinum. Hvort sem við erum að leiða hugan áfram með því að anda að og anda frá, að þá er þetta ekkert flóknara en það. Og það sem við erum að flækja fyrir okkur eru einmitt svona aðferðir. En það er engin aðferð réttar en önnur, heldur er þetta bara aðferðir svipað og eins og þegar maður ætlar að fara að sofa. Mín aðferð er ekki eina rétta aðferðin. Það kunna allir að fara að sofa. En það vita kannski ekki allir hvað hugleiðsla er. En það sem hugleiðsla er að maður sest niður og hlustar á sjálfan sig. Þannig að þess vegna finnst mér best að vera með rými inn í svefnherberginu mínu, þess sem ég get lokað hurðinni og ég vil alltaf hafa þægilegt út af því að ég bara vera að hugleiða lengi og ef það er óþægilegt að hugleiða þá nenni ég því ekki. Þannig að ég er með ógeðslega þægilegan kodda og líka fyrir bakið og ég sit í beinni stöðu út af því að þá er ég sterk og það er gott að loka augunum til þess að vera ekki truflaður af því sem er í kringum sig og síðan er bara að slaka á inn í kjálkann, lengja hrygginn, draga axlirnar niður og anda. Og þetta er ekkert flóknara en það. Og öndunin, hún er svo kröftug út af því að þegar maður andar, þá fær maður súrefni upp í heila og síðan í fráönduninni að það sem maður gerir þegar maður leysir vandamál, að þá andar maður svona og það er það sem við æfum okkur í hugleiðslunni, er að anda eins og við séum búin að leysa vandamálin okkar og þau fara á sem bestan veg fyrir alla, ekki bara fyrir mig, fyrir alla. Þannig að ef við æfum okkur í öruggu umhverfi til þess að heyra í okkur sjálfum og til því að það eru allir með sterka aðila í kringum sig sem að hafa skoðanir á hvað við eigum að gera. Þannig að mér finnst gott að setjast niður, loka augunum og heyra í sjálfum mér til þess að vita hver mín leið er. Og það eru til margar aðferðir til þess að hugleiða út af því að maður getur ekki setið og hugleitt þegar að það er mikið áreiti eða miklir erfiðleikar að þá bara hefur maður ekki eirð í sér og það er allt erfitt. Þannig að það er hægt að standa og hugleiða, labba og hugleiða en maður er bara að einbeita sér að andadrættinum. Og maður getur verið að hugsa anda að og svo anda frá. Svo getur maður líka verið að telja 1, 2, 1, 2. Maður getur verið með einhverja möntru. Og mantra er í raun og veru bara söngur og ef maður kann enga sanskrít, indverska möntru að þá syngur maður bara eitthvað á íslensku. Bara ég er, allt er, eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta er í raun og veru bara til þess að heyra í sjálfum sér hver er mín leið.